Doktor Fútból heilsar í beinni frá húsi fótboltans á Íslandi. Túborg 10. Hjami, hvernig ertu eftir hjartaáfalli? Léttilegur og kátur. Já, þetta náttúrulega ekkert grín að lendi í svona styttist í mig. Já. Það styttist í mig. Já, þig? Já. Nei, ég get ekki óskað neinu þess að... Nú ekki vera þarna. Glasið alltaf hálffullt. Já. Gunnar Birgisson maðurinn með, hreina hjartað, góða hjartað. Hinn hjartagóði, eins og ég kalla hann. Hjartlíi. Það var einn hlýr strákur, Rory McIlroy, sem að vaskaði frá sér eiginlega, maður hræddur, mastersmótinu í golfi í gær. Þegar hann sett hann út í vatnið og doppelbóki á hvað var það, 13. eða hvað var það? Já, 15. og 17. Já, þetta var hrikalegt að horfa á þetta. Gaman að horfa á Masters, þetta svo næs sjónvarpsefni. Í Georgíu sjáuðu blómin og allt. Já. Það mikið sömmer í þessu. Ótrúlega sömmer í þessu. Stöddu Sport búin að vera partner í 30 ár, þarna sagan alveg lekur á hverju strái þarna, þetta svo yndislegt. Sko, ég þarf að fara með þig... Margar flottar hólur þarna. Já, Hjálmar, ég þarf að fara með þig upp í Eagle. Nei, hérna upp í Örnin, gólfvöslum. Já. Þar The Rabbi að kylfumæla fólk. Já. Fitta fólk. Rabbi Nui. Ok. Hann var kallaður Rabbi í mörg ár, en svo rýbrandaði þessum daginn sem The Rabbi. Já. Og það svona höfða til þessa international markaðar. Já. Ok, ég er til. Já. Við þurfum að senda til The Rabbi og það er til dæmis Masters ykkur boltar frá TaylorMade þarna og alls konar skemmtilegt. Í alvörunni? Já. Ok. Við þurfum nú kannski að fara að kíkja á hann. Með blómum og alls konar. Já, hann reyndir að reyna til Flórida. Hvað lengi? Það er svona 3-4 vikur. Þekki þetta hann rétt. Það er mikið að toppmennum að vinna þarna. Hljóta einhverju að geta tekið á mótum. Já, The Rabbi fett. The Rabbi. Það er Fitnessport með Doktor Fútból, þessi heimilæja sölt mín sem að ég er að reyna að segja, sko, Shilajit, ég get ekki eins og sagt hvað þetta heitir. Shilajit. Já, og þetta breytir lífi manns. Já, bara mjög margir að koma sér í þannig pakka. Já. Svona einhvern veginn kickstartamann. Kickstartar deginum og endilega heyrið í Svavari Fitnessport með þetta gilsarinn kemur í stand fyrir engan pening, fjarþjálfun.is, segir Einarsson, segir að Doktor Fútból hafi sendið ykkur. Hver sendið? Dokkarinn. Einmitt. Já. Það er sterkt. Helvítis Dokkarinn sendið mig. Ég prófaði þetta alltaf. Setti mig í stand. Hvar sem ég fer. Og það núna. Dokkarinn hefði sendt mig. Domino's Pizza, Domino's auðvitað, hún er uppselt góðgera pizzan hjá þeim. Það verður að reyna að fá hráefni. Það verður að reyna að fá hráefni? Já, það er bara átt það, bara halda þessu gangandi. Þetta er geggjað. Já, þetta er meira áttar framtækja á Domino's og... Ég af því að ég er svona, ég átt að bæta lífstíl, þá pantaði ég pizzu og spurði, getið þið slepptið að ég borgaði bara fyrir pizzu. Já, borgaði bara fyrir pizzu. Já, nei, við getum alla pizzur, það er ekki það sem er að... Er það ekki það sem er að kála mann? Nei, pizzan er bara góð og líka, maður er líka að borða það fyrir sáluna. Já, einmitt. Það er líka, þú veist, hún skiptir máli, er það ekki? Já, mér finnst mjög gaman að borða. Tjekkland byrjaði að skoðun license to check 15% afsláttur þar og segir að Doktor Fútból hafi sendið. Förum í spurninguna með Tölvutek aldrei með vik og gleðilegt nýtt græju sumardrengir báðu tveir. Þarna fáið þið allt fyrir tölvuna, skjána, leikitölvunar, allan pakkan. Strákar, hvað gerir þetta mark hérna svona merkilegt? Horfið á hér vel. Skot, Adam Lallana skorar. Hvað er það sem gerir þetta? Þetta er mark sem Adam Lallana skorar haustið 2016. Hvað er sem gerir þetta mark svona merkilegt? Af hverju er þetta mark merkilegt, spyr ég með Tölvutek. Slóvakía, England. Já, aldrei mig veg. Slóvakía, England í loka haustið 2016. Er þetta eitthvað svona... Það er ein ástæða fyrir... 1000. mark. Nei. Þetta er ekki svona. Þetta er svona mjög obvious af hverju þetta skiptir máli. Hvað er svona merkilegt við þetta mark? Fyrsta og eina landsliðsmarklana? Nei, en þetta fyrsta eina er heldur gott hérna sjáttjáður. Minnst þú vera á skemmtilegum stað þarna. Já, býtum nú við. Fyrsta og eina, 1-0 England. Fyrsta eina. Alveg eins og Tölvutek, fyrsta og eina ástin mín. Hjálmi, þú ert nú svona ég bara átta mig, ég átta mig ekki á því. Að segja hvað þetta er? Það er bara minka sásökur. Run it back. Þetta er fyrsti landsleikur
Sam Allardyce sem þjálfari Englands og eini landsleikur Sam Allardyce sem þjálfari haustið 2016 Rólinga, hann að fara að powerranka hún mætt Atalanta skoraði 3 Held ég sem skoðum powerranku með dynout.is ertu búin að panta þér borð fyrir kvöldið gerðu það þá strax inn á dynout.is getur ekki að borga með gjafabrifinu góða frá Dynout Ég gert það þú heldur betur Gunnar Birgisson, hvað ertu með fyrir þjóðina? Hvað ætlar að powerranka? Sko, ég var nú búin að lofa hérna fyrir einhverju síðan top 5 hlutir sem hægt að panta á Volt Top 5 hlutir sem hægt að panta Þú ert í Volt jakkanum Já, þetta geðveikt Ég var svona einhvern veginn að pæli Sko, í 5. sæti ég ætlaði nú að prófa þetta allt en þetta á ég eftir það eru svona hjálpatæki Hjálpatæki, Þú ert löngu búin að prófa þetta Þú veist, fá einn með bara og skilja eftir fyrir utan skilja eftir fyrir utan En eða mæta með kassan Ég myndi alltaf mæta í slopp og taka mótið Thank you Herrinu, númer 4 það er ísinn Það er ísinn Geta að panta sér ís Geðveikt og sérstaklega, þú veist, fyrir þá sem eru, ég held að séu nú allir svona kannski að hugsa svolítið sig og gera vel. Föstudagskvöld, Gunnar Birgins kannski einn heima, situr með ísfötuna. Nammi. Númer 3, það er bakarísmatur. Það er stóri leikbreytir. Ég á að það eftir. Já, það hef ég prófað. Það er víst alveg snillt. Að fá bara einhvern veginn jemmelavett, sko, nýbakaðan. Ég hef verið að fara upp í bíl og keyra. Eftir gott morgunkynlíf. Þekkjandi þig sko. Hvernig vissir þetta? Ég er morgun Það er ekki með 1 4 og 1 6 Með 2 Það er svona alls konar dót í partí Það er að panta úr svona partýbúðum blöður og heliumkúta Það er að panta heliumkúta Þannig að ef ég ætla að rigga upp að því að ég gerir mikið á því að bara á föstudegi ef ég feeling like it þú veist, throw a party Geðveikt Þannig að þá get ég panta það og fengið heimsókn frá Volt Og nummer 1 og það er nú mjúka hliðin í mér það eru blómin Það eru blómin geta panta blómatorgið frá GDI blómatorgið og geta panta nokkara til þess að núna páskaliljurnar túlípanarnir sem að þú veist þetta aldrei úr tísku að geta panta þetta heim fylla húsið af páskaliljum kemst í páskagýrina Þetta er frábært Ég er alltaf í páskafýri Hjálmar kom svipur á hann Þetta stef, ég hef þekkjað Það er árið rétt Það held ég Morgun Bíkó byggjum til framtíðar Bíkó fyrir fagmenn timburverslun og timbrið og allur pakkin Ég ætla bara að ræða eitt hérna bara alveg strax í byrjun þáttar hann er hættuleikur vestra á FH Já Það er að segja spáin er ekki góð eða var allavega þannig í morgun þá var leikurinn í hættu ég veit svo sem ekki alveg hvernig staðan er ákkurat núna en við þurfum að vera svolítið klókir í íslenska boltanum í byrjun móts Hann var alls ekki fyrir stafsleik Nei, alls ekki bara veðrið það er skelvingar veður við getum alveg bara sagt það sem svo það er 10-15 metrar á sekundu það er úrkoma, það er mínusgráður þannig að það verður ef að leikurinn fer fram þarna þá verður snjór á vellinum og en já, ég bara, þú veist Myndur þá vilja spila leiki bara með snjó á vellinum? Annarkvort það, sko ekki náttúrulega þannig að leikmenn sé í hættu eða þá bara, það verður þá bara að færa þennan leikur En verðum við ekki bara að vera svolítið klár með það að gera sko að það er báð hérna einhverju hörmulegu á þessum degi getum við ekki fært þetta í eða færa þetta yfir á laugardaginn Já, eins og spáin er núna með laugardaginn ef ég skoða hérna hjá vinnum mínum á ír.n og í Noregi Það er bara flott viður, þú veist, það er bara ekki 0 gráðunar, 2 metrar á sekundu, engin úrkoma, þannig að þú veist, ég held að sé ekki til fyrirstuðu. Kortið er svo langt á milli leikja. Að nánast physically steikir á mér augun að horfa upp á svona töflu, stigatöflu, þar sem að liðið að 2 leikinni, 3 leikinni og eitthvað svona. Það er svo sjoppulegt. Fyrir okkur bjúrustenna þá er það alveg hræðilegt. Sleppa því. Nei, alveg ángríns og svo líka annað þessu, það þarf að vera rytmi í þessu í byrjun. Fólk þarf að finna, Vestri er með 1 stig, þeir eru að 3 leik inni, þú veist eitthvað svona kjaftaði. Það nennir það engi strax. Eins og þegar Fylkir átti 7 heimaleiki eftir í seinum fyrir þannig að ég sammála því, þannig að við þurfum að passa upp á þetta, vonandi verður ekkit frestað eða eitthvað vesen. En ef við gerum ekki ráð fyrir því
En það er gaman að þessu og ég að við Haldum áfram Já með Löðri geturðu keypt áskrift og seinni bíllinn konubíllinn, hann fer á 50% afslátt sem frábær díl hjá Löðri Það auðvitað fleiri íþróttir í gangi þar en fótboltinn og svona allt í lagi að hoppa aðeins yfir það stelpurnar okkar í handboltanum, það gerir sér lítið fyrir og tryggðu sinn á HM, þar sem hún Steinun kvaddi með 0 árundur í stúkunni Já, algjör synd og ég vona að hún fái kveðulegt þetta er einn af okkar betri handboltakonum algjör varnarnagli Já, bara alltaf í einhvern veginn toppformi og komið tilbaka eftir barspurð og verið einhvern veginn bara í enn betra formi og alltaf brósandi inn á vellinum og fyrirmynd mikil fyrirmynd heldur betur það er svo sem voru svo sem engir árundur við erum svo sem búin að ræða það dæmi í körfunni í gær þá Tindastóll búið að henda út Keflavík það var ekki óvænt Nei, það var svo sem vitað kannski óvænt munurinn á liðunum í síðasta leiknum þar sem að annar lið að berast fyrir því að fara ekki í frí en höfðu enga trúa stólarnir voru mjög öflugir í gær mjög öflugir hins vegar voru kannski óvæntu fréttirnar þær að Grindvíkingar þrátt fyrir allt sem gengur á í Grindavík þá hætta mínir menn á Suðurnesjunum aldrei að berjast magnalið sko og þeir þrátt fyrir allt síðan á móti þá þeir búin að tryggja sér þannig að stöðuna 2-1 bara þeir geta ekki spila heima hjá sér og ég bara en það er náttúrulega val að hvernig farið með fólki í Grindavík núna sko þessi núverandi ríkisstjórn með við ríkisstjórnum undan og ég að tala við Grindvíkinga hverju degi sko I feel their pain það er bara löng saga og það er alltaf mikla tilfinningar í þessu á vinnum mínum í Grindavík sko þetta var glæsilegur sigur algjörlega glæsilegur sigur og þjóðin auðvitað með Grindvíkingum ég trúi sko hvað í gangi á Grindavík Gunni, því þú fylgir svo vel með þessu hjá Grindavík? Já, bara hvernig gera þeir? Já, þeir eru bara að spila mjög vel Jeremy Pargo sem kom þarna inn í liðið svona síðasta púsli í raun og veru, búin að vera mjög öflugur og það er svona læti sem að koma með honum DeAndre Kane átti frábæra leik í gær en það er svona kannski spurningamerkin hjá Val, stóru spurningamerkin er sérstaklega framist að Taivo Badmus í gær og svo sömuleiðis Kristoffer Eikóks fyrirliða liðsins sem að það virðast hann ekki að glíma bara ennþá Já, það virðist eitthvað að vera hrjá hann alveg klálega en þeir þurfa meira frá þessum tveimur herramönnum ef þeir ætla að fara í gegn Kristoffer Eikóks ekki venjulega með 8-6 Ég held að þetta fer alltaf í 8 leik held ég Heldur það? Já, ég held að Grindavík klári þetta Ég held að fyrir átileg maður einhvern veginn heil líka fólki í Kópavogi það ætlar að fylgja sér bak við Grindvíkinga þeir eru konum með Kópavogsbólun líka það eru í Smáranum ætlar fólki í Kópavogi að fylgja sér bak við Grindavík það er maður að heyra það er náttúrulega mjög mikið að Grindvíkingum í Kópavogi þannig að flytja úr Grindavík heldur betur þannig að það er mikið stemning með Grindvíkingum í Kópavoginum ég trúi það eru nefnilega sumir sem að flytja frá stöðum og fara á aðra staði og þá eru þeir bendlaði bara strax við þá staði en það verðist ekki gilda Grindvíkinga þeir get ekki búið þar Nei, það er nú eiginlega svona sögum með mig ég er bundin í vinnu hér og svona en ég er aldrei Þeir var hendi í burtu Nei, mér var ekki hendi í burtu Þá er það samt þannig það var seinna ég fór með það síðustu helgi Þú 19 ára þegar það gerist Já, ég er nú að tala bara pappi, vinnu og mamma En sko málið er það sem ég hef ágjur af er að í undanúrslitum er mjög líklega að þetta verið Tindastóll móti Álftanes 2 small market teams ég var að segja sko það er fleiri í 7. flokki Breiðablik sem búa á þessum 2 stöðum Hefurðu séð mætinguna hjá Tindastóli í þessa leiki bæði heima og heiman Hefurðu séð það? Hefurðu séð mætinguna í sófan hérna hjá mér á Laugardögum það er ekkert mál að fylla hana sófa sko Þú veist, ég er að tala Ef þú ætlar að tala Tindastóll sem small market team þá sýnir það á sama tíma vanþekkingu Nei, Sauðárkrókur á móti Álftanesi þú veist 2 small market teams Maður hefði haldið að Valur Grindavík serían í fyrra hefði orðið miklu stærri en hún var í stór og það er heimildamind núna sem að ég viðurkenna alveg að ég bjóst við henni stærri allavega táraðist yfir hún er frábær hún er frábær hún var mjög góð þetta voru þættir, þetta er svolítið góða punktur í Hjörvari þetta er svona small market það vantar í þetta
Það vantar í þetta Káir. Það vantar í þetta mögulega erum við að missa Valur líka. Er Valur big market team? Já, alveg. Valur? Er þetta ekki stærst íþróttafélag á Íslandi? Njarðvík. Hvernig hefur mætingið þeirra verið á... Já, ég veist, mæting. Þú veist hvað við. Þetta er bara Valur. Valur er í öllu. Ég myndi halda að áhugin sé einna... Þú sko... Þetta er svakalegt. Ég held að það hefði enginn fagna meira heldur en sínararnir þegar Tindastóll fór áfram. Þeir vita þá að, heyrðu, ok, þeir eru með guaranteed áhuga áfram. Þeir eru með guaranteed áhuga áfram. Þetta er bara eins og Utah Jazz. Mikið stemning í Utah, en Amerikunum er svona... Nei, ég myndi halda að þetta veri nærði að vera LA Lakers. Nei, mjög langt frá því. Ég myndi halda að þetta veri... LA Lakers hafa þeir einu svona orðið meistarar. Nei, en það, sko, andin og stemmingin í kringum Tindastól small market teams. Við þurfum einhver stór lið inn í þetta. Þurfum stórt lið. Við þurfum eitthvað svona... Einhver sögu. Við þurfum eitthvað sem þurfum að selja fólki í söguna. 2 landsliðsmenn og frábæri erlendu leikmenn í Álftanesi. Nei, ég er að tala um Álftanesi núna. Já, þeir eru svakalegt lið. Ég samla því. Þetta er svona small market team. Já, en ég meina þeir hafa gert vel í sínum heimaleikjum. Bara klárlega. Ég er ekki að tala um það. Þetta er 2 geðveik lið, frábær lið. En þetta eru 2 small market teams. Frá markaðsliðinni. Þannig er markaðsmaðurinn í mér að tala. Ekki körfuboltapjúristinn. Hann er alls ekki að... Ég ætla að fá að vera ósamlega. Ég held að einmitt að það hafi verið frábært fyrir deildina að fá þessi lið áfram. Já, það var ánægilegt. Vonandi fær Stjarnan áfram því að við þurfum big market team áfram í undanúrsliðin. Garðabærin auðvitað verða alltaf stærri og stærri. Talandum það sem verða stærri og stærra. Það er vinir mínir Katt. Það er bara að verða stærri og stærra. Nú er þetta að fara upp í klett og skipta dekk. Fara upp í klett og skipta dekk. Já, rýmar. Já, næstu. Þú varst ánægð með þetta. Það sem ég er að lendi Hjálmar á, því að þú ert svona biblíukall eins og ég. Jú. B.I.B.L.I.An. er bókin bókana. Já. Og við erum auðvitað, búið að vaska kristinfræði kennslu á Íslandi. Og krakkar viti ekki hvað er verið að tala um. Þannig. Og sérstaklega þeir sem eru að lýsa í dag viti ekki hvað er að tala um. Þetta eru börn sem eru alin upp ekki í kristinfræði. Og þau eru alltaf að tala um einhvern Salomonsdóm. Já. Hefur ekki Salomonsdómurinn er non-stop í gangi? Já, núna í dag, já. Og ég náttúrulega sem eitthvað sem að reglulega glugga í Gamla testamentinu. Já. Ég segi bara, þú veist, þeir halda alltaf sko að, ég heldur, hafa aldrei lesið Salomonsdóm. Nei, ég bara heyrði þetta bara nú daginn. Þetta er endalust. Já, þetta var bara... Þetta er endalust sagt. Já, þetta er nú svo kallar Salomonsdómur hérna. Og maður bara, já. Veistu hvað Salomonsdómurinn snerist umgunni? Af því þú ert alin upp eftir að kristinfræðin er bara hent út og vaskað. Já. Veistu hvað hann snýst? Þetta snýrist að velja á milli barna. Nei. Það eru 2 mæðgur sem liggja á eftir barnsburð, annað barnið deyr. Og þá er Salomon fengið til að úrskurða hvor fengið að halda barnið. Já. Og þetta voru portkonur hann lagði það er mjög mikil harka í Gamla testamentinu og hann lagði til að barnið höggva í tvennt og svo fengið að skipta barninu á milli sín og hann fann það á viðbröðum þeirra seinni að hún væri hinn raunverulega móðir og þannig að þú veist eins og fyrir okkur Gamlu testamentskappa þegar við heyrum alltaf að tala um það er ekki allir sem leggja sama dóm í dag er þetta þannig sko að þú skýtur átt að fá aukaspyrnu en fær hotn það var ekki hotn þá segir þér alltaf að þetta sé Salomonsdóm maður ekki að nei, við erum ekki að blanda því inn í sko fyrir okkur Gamlu testamentakalla það er bara beitt hérna inn sko þannig að annarkvort farið að kenna kristinfræði aftur eða ekki vera vitni í þetta til dæmis sko, ég var náttúrulega sendur í sumarbúðir alls ekki af hverju bendur á Gunnar, þú varst ekkert í kristinfræði ég fór kristilega sumarbúðir í Vatnarskógi ég fór 4 já, ég fór eitthvað alveg sko, sunnudagaskóli ég er nánast Jesú ég er alinn upp í sunnudagaskóla er pabbi þinn að vinna hjá þjóðkirkjunni? Nei, ég er ekki í þjóðkirkjunni Nei, já, ég er í þjóðkirkjunni Ég er í hvítasunudótinu Ég er alveg hardcore Já, ég er í þjóðkirkjunni og þjóðkirkjan hefur aldrei verið á betri stað heldur en akkur Nei, það eru sammála og ósammála 10% af öllu sem að þénar 10% af öllu sem að þénar beint í kirkjuna Já, ég segi, ég hef gaman að þessu Ég hef mikinn áhuga á þessu Ég hef mjög mikinn áhuga á kristin trú sko og kristin fræði Þetta voru mínir uppáhaldstímar í skólanum Já, ég var alltaf með 9,5 Ég var alltaf með 10 Hvað er kristin fræði lögð niður? Það sé ekki svona 95 eða eitthvað
95, ég var í kristinfræði upp allan grunnskólan, sko. Það hefur heitið eitthvað annað. Nei, hvað meinur, í árskóla og Sauðárkróki, ég var í kristinfræði, sko. Ég hefur heitið eitthvað annað. Samfélagsfræði eða eitthvað. Nei, það hét kristinfræði. Vinna með leik eða eitthvað, sko. Trúarbragðafræði. Þetta er bara bull í. Lífsleikni. Ég veit ekki hvernig þetta var lagt niður í bænum, en við allavega á Króknum, við vorum í kristinfræðinni. Það er eitthvað svoleiðis, förum annað. Hvernig fóru það aðna? Torti mér áhyggjum fjölskyldunar ef að þú lendir í slísi eða einhverju slíku bílslísi eða slísi í vinnunni. Stórleikur bestu deildarinnar án efa leikur KR og Vals á Afisvellinu. Það sem að vanta besta leikmann í liðið hjá KR Aron Sig settur í 2 leikja banni, menna hvernig Þetta eru 2 big market teams, ég held að sé ótt að segja það, KR Valur. 2 big market teams. Og að þú veist, já. Sko, ég átta mig ekki alveg á, sko, ferlinu, af því að nú það náttúrulega vitað að Jóhann Ingi sér þetta ekki. En það virðist vera að 4. dómarinn sjáu þetta. Hvort að hann skrifi síðan skýrsluna veit ég ekki. Hann lítur að vera. Já, en Jóhann Ingi náttúrulega kvittar upp á hann, því að hann leggur blessun sína á þetta. Ef við skoðum bara þú veist, ef við skoðum bara síðustu ár, ég meina Guðjón Pétur Lýðsson fékk fyrir 2 árum 2 leikja bann þar sem hann fylgdi svona nokkuð fast á eftir tæklingu, Grindavík á móti Aftureldingu, þar sem hann svona virtist svona leggja smá þunga á minnir þetta hafi verið Bjartur Bjarmi sem hann tæklaði þarna. Okay. Ómar Só fékk 2 auka leiki fyrir Olbogaskot gegn Leikni árið. Þar fylgdi engin skýrsla, þar var dæmt út frá myndbands upptökum. Birkir Heimis fekk rautt og 2 leikja bann fyrir klárt Olbogaskot gegn Fjölni fyrir aftur, þar var stuðst við myndbandsupptökur. Má ekki styðjast við myndbandsupptökur til þess að í raun og veru svona sína kannski leikmönnum einhverja vægð á móti, þú veist, eins og í þessu. Ég held að það sé nokkuð ljóst að Þú ert að segja þetta að vera Salomonsdómur? Nei, þetta var ekki Salomonsdómur. Alls ekki, sérstaklega ekki fyrir KR. Ég bara ég veit ekki alveg á hvað vegferð. Nei, sko, ég er alveg sammála. Þetta er algjör þvæla, sko. Þetta er bara algjört rugl. Já, þetta er bara algjört rugl. Já, ég sammála. Af því að sko Jóhann Ingi náttúrulega kvittar undir þessa skýrslu og miðað við það að þetta er 2 leikir að þá er þetta af þeim meði að skýrslan hefur verið gróf. Og hvernig er hægt að fá grófa skýrslu út af þessu? Við sáum sama brot í Arsenal-leikum daginn, þar sem að Thomas Partey stígur inn í leikmann á móti Everton held ég. Þú veist, bara nákvæmlega eins. Þar sem að, þú ert á flegiferð, svo stopparu, þú voru lent í þessu. Það er engin ásetningur í þessu. Þú þarft ekki einu svona að hafa spilað íþróttir til þess að hafa lent í þessu. Ef þú ert að hlaupa fyrir aftur einhvern og hann snar hemlar, auðvitað bombastu á hann, sko. Þetta er bara þvæla. Það er engin ásetningur í þessu. Finnst mér ekki. En mér finnst bara ég veit það ekki. Ég vil bara ég vil hafa leikmenn inn á vellinum. Þú veist, það er svona bottomline. Á meðan þetta er ekki fólskubrót, þá finnst mér bara leikmenn að vera inn á vellinum. Það var ekkit fólskulegt við. Það var engin ásetningur í þessu. Og svo líka sko að káminn enn eitthvað að vera röflið þessu líka, er að þetta hefur ekkert með þá að gera. Nei, ekki neitt. Aron síðan tveggjarleikja banni er ekki veisla með þá, sko. Ekki nokkuð skapaðan hlut, sko. Ég veist að þau verði í baráttu á sama stað, sko. Takk fyrir þessa skýrslugunni. Sótt dæmi, þetta er ákveðin lögfræði hjá mínum manni, sækja dæmi úr öðrum deildum, öðrum árum, fordæmisskildandi, fordæmisgefandi, já. En við getum haldið áfram og rætt káa í kjölfarið, sko. Já, við getum líka bara rætta hér rétt og eftir. Hins vegar fara hér aðeins og það eru auðvitað margir að spara núna, það er eitthvað í tísku núna, spara. Ég vil eyða, aðrir vilja spara. Ef þú vilt spara, þá ferði ég Auði. Ég var búinn að spara í hálft ár. Er dóttir Kviku? Ángríns, ég var með reikningi á Auði sem ég var búinn að merkja mér. Mér langaði skó. Já. Og ég sparaði hálft ár. Já. Og það, þú veist, basically á vöxtum, einum saman. Geggjaður. Þannig að ég að græja skó. Hvað kostuðu skór? Ég skal fara yfir það með þér eftir þetta. Já, þetta er maður sem hann er rosalegur. Herru, Afturelding IPF, 2 small market teams að fara að mætast á Varmárvelli. Er þetta eitthvað nýtt núna hjá þér? Hvað? Þú veist, ætlum við að fara að meta út frá... Nei, út frá íslenskum fótbolta er þetta small market teams. Þetta er samt sko... Mosfellsbær er orðið sko, hvað, 15.000 manna bæ? Já, en í fótboltalega sér. Við hjálmum að þekkjum þetta. Þetta er alveg rétt. Herru... Og IPVF? Já, fótboltalega sér. Við höfum miklar áhyggjur af Aftureldingu.
Ok, Aftureldingu bauðst til að taka Eyþór Völu sem að blómstra núna hjá þér sem að gera Fylkir að einhverju núna sko. og hann að breyta einhvern veginn öllu að í Árbænum þetta leikmann sem skora 9 mörk fyrir Skagalið sem fellur og hann var eini gæinn sem eiginlega hélt þessum draumi Skagamann að halda sér uppi 2022 lifandi ok, fer í Breiðablik, misjafnast múf og fer svo eitthvað lán og eitthvað vesinn en hann stóð nánast upp í Varmá hann gæti ekki spila við kór það var eitthvað við sem skrokkinn á hann var Háka við þetta ekki það voru meina láni og hann bara stóð sem mjög vinnusamur en hann stóð upp í Varmá og það var sagt takk en neytakk það er alveg ótrúlegt það er ótrúlegt og þeir eru algjörlega frammeira lausir þetta er bara magna, Gunni þú ert náttúrulega innsti koppir að þinni þú lítur að vera bara strókið er skekkt Eyþór hefur staðið áður til búið að koma aftur í Aftureldingu þá sagði hann takk en neytakk en núna hefur hann kannski viljað koma út að þeir efstild klárt, alveg klárt mál og veistu ákveður tók hann ekki? Já, þeir töldu sig vera með nei, ég ætla ekki að segja já af því að ég veit það ekki en ég meina þeir hafa bara talið sig vera með sambarilega sentera nei, þeir eru náttúrulega ekki senterslausi við skulum ekki tala af svona vanvirðingu störf Andra Freyrs Jónassonar og Arnar Skauta nei, en hann skoraði 22 mörk í næsta stöðdeild það er endar helviti gott í annar deild afsakið Andri Freyr sédeild er hann ekki fættur 1998 jú, hann er fættur 27 ára og Arnar Gauti er fættur 1997 þú talar eins og Eyþór Völu sé 19 ára sko, hann er náttúrulega 23 eða ekki? 22 ára gert ekki 25? Nei, 22 að verða 2022 mótil Nei, ég er að segja, er ekki 2025? Jú. En hann er Eyþór Völu Hörku leikmaður 9 mörk fyrir Skagan sem er í fallbáratu Já, frábær leikmaður Það hefði verið gott að geta náði í hann en hversu ánæður bara Hjálmar, þetta okkur aðeins gegna bara fá þennan leikmann upp í Árbæðinu Ég bara segja það ég ætla bara að segja eitt það sem hann er búin að gera fyrir Árbæðin Flatneskin í Árbænum í fyrra var algjör Manstu eftir þessu? Fjallu og þetta var bara grátt lið þetta var bara appisinu gult grátt lið hann kemur inn það er bara TikTokið, það er allt lifna við allt í kringum hann og hann er að skora mörk Ok, ég ætla allavega að setja smá virðingu á vinn minn Árna Freyr Guðnason og hans frábæri störf hérna í Árbænum ég ætla ekki að setja þetta á einn leikmann eða eitthvað svoleiðis ég ætla eftir höfðinu dansa liminir Já, ég bara að segja eftir höfðinu dansa liminir hann kom samt inn með alveg fullt af Ég held að leynist einhver sem hlustur á þig Gunnar Birgisson að Eyþór Völu, hann er umdeildur í Mosó, greinilega hann heyrir á þig ekki að mínum bæðinu séð, ég hef mjög gaman á honum bæði því sem hann er að gera innanvallar og utanvallar En þú varst ekki spenntur að fá hann í Aftureldingu? Jú, þetta er leikmaður ég var þess heiðu svo að fá þjálfan með þessa og mjög skemmtilega leikmaður, góður í klefa mjög snöggur náttúrulega og hefði klárlega nýst Aftureldingu, ég held að sé engin vafi á því en ég meina, þetta er bara ákvörðun sem var tekin, ég meina, þjálfarar hafa alveg neita leikmönnum aður, sko. Já, nei, ég meina, þetta er heimamaður sem að bara sendir og hefur skorað efstu deild og þeir bara vaks ekki á trjánum. Nei. Það getur vel verið að en ég skil ekki okkur þú hefur áhyggjur á Aftureldingu. Ég bara heldur það vantar sendir. Ok, ef við skoðum gögnin, ég meina, Breiðablik er líklega besta eða næst besta liðið í þessari deild í ár. Afturelding, ég meina, þetta var ekkert svo slemt þeim, ég meina þeir eru með 0,7 í XG ef við horfum í það, þeir eru að skapa sér allavega og svo horfum við á IBF og Vestra spila á móti mjög góðum liðum líka IBF er með 0,2 í XG þú veist, þeir skapa sér ekkert og þeir eru manni fleiri í 40 mínútur og svo ertu með Val sem að skapa sér ekkert ef ekki hefði verið fyrir þetta marka ára Sigurði þá myndur þú segja Vestra, mennur Vestra, já, svo talar um Vestra, já ef ekki hefði verið fyrir þetta marka ára Sigurði það var engin ógn á markið hjá Vestra. Nei, þeir voru bara löðist tilbaka og út og þetta mútið Val. Ég allavega deili ekki áhyggjum af Aftureldingu. Það er gott. Og ég held að Aftureldingu sé að fara að vinna helgina. Meira það síðar, því að við förum í íslenska boltan með kjarnanfæði. Já, það er grillveður hér í bænum. Þó að sé stundum haglél, bara milli hagléla, grilla. Herri, það eru auðvitað heilumferð. Þú varst við eitthvað meir Káa hérna. Já, þeir eru náttúrulega líklega að fá þarna Marcel Römer sem er fyrirliði Lyngby 33 ára gamall það voru fleiri lið sem að annarkvort buðust hann eða vissu af því að hann væri eitthvað að leita sér til hreyfings og Ísland væri þar möguleiki en
sko, þeir tala það eftir að þeir missa, sem náttúrulega leiðilegt fyrir það, þeir missa Svein Margeir og Daniel Hafsteinsson hafa síðan á undanförnum árum mist, Nökkva og Þorra, bræðurna og fleiri þeir eru með meðalaldri på 30 ár í síðasta leik og á móti KR og ég hef smá áhyggjur af því að þetta lið ekki að yngjast og þeir eru núna að fá inn Jóhann Símon Edmundsson og svo sömuleiðis Marcel Römer, þetta eru 33 ára gamli leikmenn, báðir tveir. Það sem að káa vantar er hraði, ferskleiki fram á við. Af því að þeir get ekki... Það var alveg fínt ferskleiki fram á við í reiknum móti KR. Skoruðu 2 mörk á móti góðuliði KR. Algjörlega. En þú ert samt væntanlega sammála mér í því að svona frekar hægur svona miðjumaður er ekki kannski það sem að káa vantar eða hvað? Ég held að bæði held ég að erlendi leikmenn og svo held ég líka að íslensk lið vanmetu oft stöðuna á bestu deildinni. Ég myndi halda að tempóið þetta væri mjög hratt. Taktísk gæði eru ekkert endilega oft í fyrirrúmi en tempóið og öll aksjón gerast mjög hratt. Ég myndi halda ég held sér rétt hjá þér eftir að við fórum að gera græst á var leikurinn okkar hraðar. Ég held að sé engin spurning að það sé rétt hjá þér. Ég held að það sé bara erfiðara fyrir svona ég held að svona leikmenn verði meira exposed á Íslandi heldur en á öðrum stöðum. Gæti verið. Ég meina þeir eru væntanlega líka eitthvað að hugsa Evrópukeppnina og annað slíkt KM þannig að og þeir þekkja hópinn sinn vel þarna. Ég hefði bara viljað sjá þá fara í eitthvað svona kannski, þú veist, eitthvað ferskt, ná í einhvern ungan kantara sem ekki að spila eitthvað annars staðar, reyna eitthvað að þeir eru alveg með að ég hef það mikla trú á Káa að mér finnst þeir vera að gera frábæra hluti í öllum íþróttum. Ég held að þeir fá einhverja unga leikmenn á láni, sýnið þeim aðeins, herru, hvað þú búðu hérna hjá okkur, gerðu eitthvað. Ég held að þú getur alveg sannfært 20 ára gamlan kantara að færa sig bara permanently til Akureyrar. Ég held líka að sé svona aðeins verið að hlífa gróðrinum, það er náttúrulega að koma upp mjög öflugir hópur reyndar. Þetta er 2006 en það þarf að þora að gefa þeim tækifæri. Hjálmar, kannski velkomin í þáttinn. Takk hella. Er einhver fleiri lið sem hafa komið þér á óvart í byrjun móts? Ég bara, þú veist, ég finnst það samt góð umræði hjá ykkurni. Mér finnst það mjög áhugaverð umræða, sko. Ég er ekki sammálaður sem þetta sé eitthvað rosa tempó hérna, sko. En ég held að þetta sé hægari leikur heldur en við höldum, sko. Það er mín skoðun. Ég held að sé mjög klókt að taka einhvern svona reynslubolta hérna, sko, sem ræður alveg lettilega við einhverja íslenska strækjara. Það er mín skoðun. Hjálmar, þú ert náttúrulega King of Premier League og þú ert svona Premier League kall. Hvernig var það fyrir þig að horfa á fyrstu umferðina á Íslandi? Þetta var ógeðslega skemmtileg, en það kemur þarna mark sem Stjarnan skorar sem að enginn getur sagt hvorki af né á. Þarna fannst mér þetta var bara, alveg rétt, við erum sveitamenn. Ég fekk svolítið þá tilfinningu þegar þetta var, og einhver kona náði einhverju mynd af þessu, einhvers þar úr stúkun eitthvað, og það verið að birta hann og hann er ekki inni, þú veist, eitthvað svona, sko. Þarna var ég bara, alveg rétt, þetta er allur alvarleikin sem þetta er, sko. En ok. En svo er líka bara ægum að vera að eyða miklum peningum í marklínutekni ef þetta kannski 2 atriði á nákvæmlega, svo er það. Er þetta ekki bara svolítið krúttilegt? Er þetta ekki hafa þetta bara? Svo er það saman með varið að, þú getur aldrei fengið, sko, ef þú þarf að taka einhverja B-típu af varið, tóku normenn varið inn hjá sér? Var ekki hafnað eða eitthvað? Sko, þeir eru náttúrulega, þeir eru í einhverju limbói núna, en þeir eru með var. Þeir eru með var. En þeir vilja það burt, sko. Málið er það að ég nefnilega til í var, sko, bara eitthvað clear and obvious. Bara eins og til dæmis með Aron Sigurðar. Ítir stráknum þarna frá sér. Ok, ég get alveg skilja hann að gefa rautt á vellinum og ég hefði ekki breytt þeim dómi. En ég get farið með hann í tveggjarleikja banni eða neitt svoleiðis. Ég hefði mögulega, þú veist, það kom engin einhver 50-50 rángstuðatriði svo í mun eftir í þessari fyrstu umferð. Þannig að, þú veist, þetta er bara í þetta clear and obvious dæmi. Ég finnst bara, sko, þú veist, nú er líka verið að tala um þetta með að dómarar ætla að fara að tjá sig, þeir ætla að fara að koma á Instagram og eitthvað svoleiðis. Sko, minnst bara vanda, bara sína auðmýkt. Það er eina dómararnir. Ég meina, minnst alltaf vera einhvern veginn verið að leita leiða til þess að réttlæta, þú veist, ákvarðanir sem ég skila einhverju leiti, en
Akkur ekki bara segja, þú veist, já, heyrðu, þetta bara rétt, þú veist, þetta var bara lélegt hjá mér. Elías Ingi gerði þetta í fyrra. Ég held að séu bara of fáir sem að þora að viðurkenna mistök sín og þegar, þú veist, við erum að hvetja, þú veist, ef við horfum út frá þjálfarastéttinu hana, þá er verið að hvetja leikmenn til þess að gera mistök og annað slíkt, þú veist, og bara, þú veist, og óna það svolítið. Já. Við verðum að fá það sama. Var það í fyrra, eða ekki sem umræðin dómara var samt alveg, hún var orðin rosalega þreytandi. Var það ekki í fyrra? Umræða dómara er yfirleitt þreytandi. Já, hún er það. Þetta verður svona alveg, og fara að koma á Instagram og menn fara að svara, þetta verður náttúrulega ennþá verður. Mér finnst mestu kóngandi verður alltaf dómarar í körfubolta. Það er alltaf eitthvað vesen, einhverju sem að talast ekki saman og þú veist. Þeir eru líka svolítið stjörnur. Já, stjörnur. Dómararnir eru oft svona með stærri stjörnunum í þessu öllu saman. Crawford í NBA og svona. En málega ég þú veist, ég styð dómara 100% sko, en ég held að þetta hafi til dæmis verið það sem að gerði Gunnar Jarl að algjörlega frábæran dómara. Það er þessi talandi og þess vegna absolutt og þess vegna sakna ég líka Þorvaldur Árnason. Ég sakna hans alveg gríðarlega vera mannlegir, þú ert svolítið að fara það. Það var þessi mannlegi þáttur. Það var þessi mannlegi, það sé hægt að tala við og þeir geti svarað. Þetta eru þessi dómara sem mér hefur þótt vera skara fram. Það er föstudagskvöld framundan og líka laugardagskvöld framundan ef því að skipta. Tippum á þessa leiki gerum það með Mar því við mælum með gellunum á Mar heldur betur. Þær verða mættar svona, kvöldmataleiti. Já. Heyri, Mar Seafood. Drengir, við ætlum að tippa á þetta og Gunni, þú ætlar að byrja og svo kemur Hjálmar. Vestri FH. Ég er spenntur fyrir öllu leikjunum í þessum. Vestri FH. Ég ætla að segja 1-2 FH. Ég ætla að segja aftur, ég ætla að segja 1-1 aftur hjá Vestra. Afturölding IBVF Gunnar. 3-1 afturölding. Já, ég er þar. Ég segi 3-0 afturölding. Arnór Gauti með allavega 1. Fram Breiðablik. Já, Rauðari standa saman. Vel gert, takk. Fram Breiðablik. 1-4 Breiðablik. Já, þetta verður walk in the park. 0-3. Víkingur Káa. 2-0 Víkingur. Ég ætla að fara aðeins á móti straumnum þarna og fara í norðamenn og segja 1-1. Já. KR Valur. 3-2 KR. Þetta er 2-2. Sömu úrslit. Stjarnan Ía. Hér get ég ekki spáð fyrir mitt litla líf, þannig að ég ætla að segja þetta áhuga 0-kortið mitt. Play my card. Má bjóða þér að play your card, Helmar. Ég ætla að segja veto og segja Skagaminn vinni, 1-3. Já, þetta er frábær spilakallan hérna Hjálmar. Hann er búin að gefa út mörg spil, hann notaði ekki neitt. Why? Já, því þetta eru örugg 60. Já, en why? Það er hvað sem er. Já, hvað sagður þú? 1-3. 1-3. Verður bara rólegir. Sjáum þetta bara. Þetta er þetta kjánaskapur. Sjáum þetta bara. Þetta er klippbyttastrákar og við sýnum þetta. Þetta er eitt svo skarpast í bransanum. Það var hérna, fórstu ekki í MS? Jú, ég féll tvisar. Hæ? Ég fór í MS tvisar. Veistu hver var í MS? Hver? Var í MS komur? Robert Westman var í MS. Hvað ár gerir hann? 68-69? Actually, já. Já, hann er aðeins undan mér sko. Þú getur sett bara við fólk við hún, þetta er sama menntaskóla. Ég þarf ekki að nota eitthvað spil eða ég veit hvernig leikinni fara. Ansi margir sem hafa farið í gegnum. Ert þú ekki með Vestarskóla? Þú ert með Vestarpróf. Þú varst líka í einhverjum öðrum skóla. Hvað er það? Tjarna eitthvað? Menntaskólanum á Tröllaskaga. Eina alveg rétt. Tröllaskaga. Þú í Ísaksskóla, Hjörvar? Nei, það var ekki peninga fyrir því. Það hefur verið gaman. Það er bara eins og það. Enda vann ég fyrir skólagjöldunum mínum í Vestarskóla. Takk kærlega fyrir það. Herri, en satt sko geðveikir leikir í þessari umferð. Já, þetta er geggjað. Ég kom með Evrópudeildina hérna undir. Förum í Evrópudeildina með Súrab. Það kíkja aðeins á Súrab á eftir. Það fara að vesla af köllunum Jölla og Agli. Ég er að fara að mæta Hjálmar í þinnu uppbóðsþátt. Gísli Martin. Já. Nú aðra hverja helgi. Nei, ég verða tvisar. Og nú verður oftar. Nei, ég hef ekki farið síðan 2019. Ha? Er þetta bara svona minnislegt? Það held ég, sútu upp með okkur, Evrópudeildin, frábæri leikir, Lyon 2, Manchester United 2, þetta ræðst allt saman. Í norðvestur Englandi, Old Trafford er staðurinn á 50-dagskvöld. Leikur það sem að Andri og Nana gerir sér sekan 2 slæm mistök. Það voru krakkarnir í United sem að skoruðu mörkin, Linni Litli Jóró og Joshua Sirksey.
Ryan Serki, skemmtilegur hjá Lyon, en ef allt eðlilegt þá klárar Manchester United þetta á heimavelli ósigraðir í Evrópukeppni, hvorki meira né minna á þessari leiktíð. Af hverju segir það? Þeir vinna heima. Ég er bara mjög kompetent. Það er alveg klárt. Já, ég horfði á hana leik og ég var á 2 skjáum, ég var að horfa á Tottenham og líka og United. Þetta var, ég veit alveg að Lyon komst yfir og allt þetta, en mér fannst bara United, þeir voru betri í þessum leik. Veist klára þetta. Nei, það er það. Já, mér finnst bara magnað að byrja þessum leik. Mér finnst, ég geri ráð fyrir að United vaskið þeim bara eins og þeir tókur eða svo sett. Nú, Tottenham 1, Frankfurt 1. Já, ég horfði að það frábær úrslit fyrir Tottenham, held ég, menn þess að við hefðum alveg getað tapað þessu leik. En það sem ég sá í hálftíma, svona 40.50 til 70.50, gamla Tottenham er komið aftur. Undir Eng Postecoglou. Þetta var algjörlega geggjað, sko. Og það var alveg frábært að sjá pressuna komna alla aftur, allir uppi, allir að pressa, auðvitað náttúrulega það var skot í slá og ég veit ekki hvað, en þetta er bara gamla Tottenham komið aftur. Herru, flott úrslit hjá þeim, Hugo Ekitike skoraði ekki hann markið fyrir Frankfurt, ótrúlega segir Frankfurt, þeir tapa nú ekki ofta á heimavalli, þannig að þetta voru erfitt. Þetta er samt ekkit gott lið Frankfurt, ég ætla bara að segja það núna, einhverju verða ósamari með núna, þeir eru með hann að Kristjansen, gamla Litsaran í vörninni og eitthvað, sko, þetta er ekki gott lið, Tottenham á að vinna þetta. Heldur betur, kannski úrslit gærdagsins voru kannski hjá Bodo Glimt. Já. Kannski. Þeir eru heldur betur, já ég meina maður gerir nú bara ráð fyrir það þegar þeir eru á þessu gerðugras sínu að þeir mun nú eitthvað hagnast á því. Já. Nei, nú þarf að run the tapes, bónlistur að finna, það var hlegið að mér þegar það er bara eitthvað, já Lazio fyrir áfram þarna, Lazio vinnur þetta. Já, ég meina það er þá eftir að spila á Stadio Olimpico. Já, ég veit það. En það var hlegið. Já, það er hálfleikur. Ég veit það, en það var hlegið. Það er hálfleikur. Alveg eins og reyndar með meistaradeildinni sem maður spáði að gæti svona bröðu til begge vona. Þetta eru náttúrulega bara... En er í alvörunni? Ég meina, ef að Bodo Glimt fyrir áfram þarna, þá er það náttúrulega bara ótrúlegustu úrslit í sögu... Er í alvörunni að vera Tottenham Bodo Glimt í undanúrslit? Er það í alvörunni að fara að gerast Tottenham Bodo Glimt í undanúrslit? Já, og bara beware, segi ég. Nei, ég skilði alveg, en það er samt ekki að fara að gerast. Tottenham fara að valta yfir Bodo Glimt, sko. Já, en heldur að Lazio fari áfram úr þessu? Nei, ég er að segja, er það actually að fara að gerast? Það er Tottenham Bodo Glimt. Bara ef þú hefði sagt mér að norsklið væri í undanúrslitum í Europa League, þú veist. Þetta er langt að vera bestu úrslit hjá Norðmönnum þegar ég er lítill og þú ert vantilega bara að bora ekki fættur þá, nei, ég meina Gautaborg í Svíþjóð, Rosenborg voru að vinna... Nei, ég ætla að minna Norðurlöndin. Rosenborg voru að vinna AC Milan, Rosenborg voru í áttalegu úrslit meistaradeildar 97-98. Fóruð þeir í áttalegu úrslit? Já, það er... Gautaborg tekur þetta 84, en Svíjar. En ég meina, ef þeir... Fá þeir Tottenham í? Já, það er svoleiðis. Tottenham eða Eintracht Frankfurt. Og Bilbao United, Tottenham Bodo Glimt. Ég sé Bodo Glimt alveg fara áfram móti Frankfurt. Rangers síndu hetjudáð gegn Athletic Bilbao. Einu færi náðust allan leikinn. Það var varið víti og það var nógum að vera. Þeir fengu fullt að færum Athletic Bilbao. Náðu ekki að klára þetta en þeir eru nokkuð confident að geta klárað Rangers í Baskalandi. Var þessi leikur fyrir tómum velli? Nei, það held ekki. Nei, það var eitthvað, það var að vera að vara á. Þeir eru búin að vera með erfið. Vesen. Já, vesen. Já. En allavega það var spila með áhorfendur þarna og það var ógeðslega gaman að hlusta á Ali McCoist vera kóar í þessum leik. Bara setti reglulega á hann bara svona til að fá að heyra aðeins í kallinu. Menn er að vilja fá hann í Júrósleitina. Þetta er 97 alveg rétt. Rosenborg gerir jafntefli heima á móti Juve. Það er úrslit. Í áttalega úrslit. Rosenborg átti þetta bara á Lerkendal. 97 alveg rétt, segir Gunnar Birgisson, þá 30 ára og myndi vel eftir þessum viðregnum á móti Juve. Ég myndi bara, alltaf að fara í svona stæla. Ég myndi bara að þeir náðu þarna einhverju rönni í meistaradeildinni. Ég var ekki að segja að ég hefði verið að horfa á leikinn, sko. Ég bara, maður veit aldrei með maður er búin að kynna sér söguna. Ég ætla ekki að fara að ljúga þeir að ég var síðan að leik, sko. Förum í sambandsdeildina. Hún er nú hún er aðeins síðri. Drengir hérna, nú er náttúrulega kauptækifæri á markanum. Er þið búin að fara í Agro-appi og sjá hvernig staðan er á markanum? Nei, hvernig er staðan á svona? Það er 0 krónur í þóknun. Það er bæði rautt og grænt, það er svona blandað. Okay. Það eru sömur í stuði, aðrir í minna stuði. Bara eins og gengur gerist í þessu öllu saman. Agro núna með enga þóknun fyrir þá sem er að versla hlutabréf á appinu þeirra, nýti ykkur það. Þetta er bara út þennan mánuð meðan á útsalan góða er í gangi. Það er líka útsala í rafmyntunum.
Já, það er útsölu út allt. Heyrðu, það var líka útsöla í Portugali gerð þar sem að Chelsea unnu mjög auðveldan sigur og leikja Varsjá. Í Pólandi þá. Í Pólandi, hvað sagði ég? Portugal. Já, Portugal, Póland. Það getur öllum orðið á. Getur öllum orðið á. Heyrðu, hann er flottur sigur hjá Chelsea þar. Jürgården töpuðu á heimavelli fyrir Rapid Wien. Já. Sem að var þetta ekki sjálfsmark sem að kom Rapid Wien hérna, og þetta voru rísa úrslit fyrir Rapid Wien. Við horfðum á Djörgardalið þetta heima. Já, þeir sköpuðu þessu helling í þessu leik en fundu ekki netmöskona. Fiorentina. Bótt og Glimt var bara með 3 í XG í svona leik. Já, miklu betri. Miklu betri. Þetta var áhugaverður seinleikur. Sko, hérna, fyrir ykkur sem eru heima, skoðu Bótt og Glimt á móti Lazio, skoðu momentum í leiknum. Já. Það var bara lágmark í loftinu allan tíman. Selji, náðu skora á móti Fiorentina. Töpuðu bara 2-1 fyrir ítölunum, en þetta er búið þarna. Já. Heldur betur. Og svo var það fjórðuleikur Real Betis með Unnu Jagiellonia. Sem að, var þetta einhvern tíðan Íslandingalið? Var ekki einhver Íslandingur í þessu lið? Var Böðvar svona sem lið? Já, þetta er rétt. Það var Íslandingaslagur. Þetta hefði getað, já, hefði getað verið. Hérna, hvernig hefði þetta getað verið Íslandingaslagur? Var ekki einhver Íslandingur í Real Betis? Jó, kalli Kanada. Já, einmitt. Það hefði getað. Herðu, en akkur Albert Guðmundsson notaði var með þar? Ég held sér bara á kvílan. Já. Hann byrjaði leikina móti AC Milan á sundaginn og ég held að þeir eru rótera liðinu alveg helling því að þetta er nú ekki kannski besta fótboltaliði í heimi. Ég held að Moise Keane hafi líka verið á bekknum. Þeir eru ekki haft neinar á að gera þessu, sko. Þannig að ég held að bæði Albert og Moise Keane voru á bekknum. Chelsea á að labba. Þeir eru búnir að því. Nei, maður þetta fá alveg leiki Fiorentina að Real Betis. Já, ok, kannski. Chelsea á að vinna þetta var. Já. Þetta er þessi sammála það. Við slum fara yfir í enska boltan með HP. Þeir fá Rapid Wien vantarlega í opin kerfi elska HP og K seg og K alltaf maður að ruglast í þessu. Þetta er að sjálfsögðu matarolía notuð í tölvuframleiðslu. Já, endurnýtt matarolía í HP búnaðinn. Það er þessi magnaða umhverfisstefna. Takk hérlega fyrir að standa með okkur þar. Það hrista páskaeggið, já, það er ekkert í því. Nei, það er ekkert í þessu. Þetta eru, sko, páskaeggin frá Kólus Sambó. Já, það er ótt að segja að sé vera ráðast á þig. Já, en ég tók nóg af þeim fyrir þig, Hjálmar. Takk. Og þig, Gunnar. Þú fær líka páskaegg. Já. Herri, stóru fréttirnar í enska boltanum, það er að Mógamli Salah, gamla kempan, hann er búinn að skrifa undir nýjan samning. Svakalegt, sko. Hvað er hann að fara í laun, Hjörvar? Hann er ekki nema 350 skall. Já. Okay. En það er alls konar að sæna. Þetta er það eina rétta í stöðinni fyrir Liverpool og fyrir hann af því að sko það kostar miklu meira að replace. Já, það kostar miklu meira af því að þú þarf pottet að borga. Þú bara replacear hann ekki. Nei, svo er það, en ég meina þú náttúrulega myndir alltaf kaupa leikmann í á stöðu þegar þú líklega reynda að fara enn meiri krafti í Alexander Isak eða eitthvað svoleiðis. En það kostar, þú veist, að þú þarft alltaf að setja 80M á borðið up front, sko. Og svo kannski einhverju bónusar og eitthvað svona. Þetta er ótrúlega að skulle hafa náð þessu, sko. Veist það bara geggja. Já, en á móti kemur að þú veist, er þetta það sem að... Hann er 33 ári þar. Hann er 33 ári. Og ég veit alveg. Og það sem við hljótum að vera að horfa í, svo lefið þér. Allt er góð. Sorry, þú mátt klára. Allt er góð. Það sem við hljótum að vera að horfa í er frammistaðans á topplevelinu sem er á móti PSG í síðustæmi. Það sem hann var ekki góður. Og hann hefur raun og verið ekki í síðustu kannski 10 dögum. Já, það var Ramadan vissulega. Þetta er samt svolítið kjánalegt. Hann er búin að vera stórkostlegur á þessu tímabili. Já, heldur betur. Það er bara mjög skrítið að vera bara eitthvað að dæma af einhverjum PSG-leik og hvað er þetta rétt ákvörðun? Hann er búin að vera stórkostlegur á þessu tímabili. Já, hann er búin að stakkur í mánuð nú. Ég held að séu konur einhverju 10 leikir eða eitthvað þar sem hann hefur bara ekki verið eins og hann á að vera. Ég held að Liverpool stuðningsmenn hafi verið komin svona smá frá honum eða svona hugsa sér líf án hans myndi ég halda sko. Allavega þeir sem að ég virkja samtala. Það er náttúrulega spennandi árframöndur hjá honum, Afkon auðvitað í Marokko í desember. Þannig að þeir missa hann í mánuð væntanlega þar, ég gerir ráð fyrir að Egyptaland fara alla leið. Já, ég gerir ráð fyrir því. Hann verður að vinna Afkon af því að hann mun ekki vinna HM, hann gjör svo vel og verður að vinna.
En þetta 27, eða ekki, sem við talaðum, samningurinn? Já, þá var hann búin að vera í 10 ár hjá Leifbúli, eða ekki? Var hann ekki 2017? Hann geti slegið, þú veist, hann vantar eitthvað 100 og eitthvað mörk í hérna Rush. Þetta er bara frábært sæning fyrir Leifbúlstakar. Þó að sé eitthvað gamall og bla bla bla, þetta er stórkostlegu leikmaður. Hugsaður, þegar þú varst 32 verið 33 ára, Hjálmar. Þá var ég bara sagt að lífið væri nú bara að vera búið. Það var svoleiðis. Já, það var stutt í annan endan. Nú erum við bara að semja. Besta liðið í Englandi. Þetta er fljótt að breyta sig í úrvalstildinni. Þetta er frábært. Ekki í Evrópuboltanum. Það er auðvitað Virgil van Dijk, hann er sagður líklegur til að semja sömuleiðis. Það er sagt, fréttir segja að það sé nú bara klárt. Já, það er alltaf mjög líklegt og það væri sterkt. Hvað er hann? Hann verður 34. Hann fætti 91 eða ekki? Já, ég er svona, það finnst mér aðeins svona meiri áhætta sko. Ég veit það ekki, mér finnst það að vera áhugalega undanfarið og 34 ára í sumar. Já, ég ætla að dæma þetta. Ég ætla bara, mér finnst þetta ekki vera máli sko. Ég held að Leopoldmenn sé sammála mér. En ég, núna ertu smeykur á Hjálmar? Núna fer maður að spá. Við Leopoldmenn? Já. Nei. Núna fer maður að spá hvort að Trent mögulega snúist hugur og verði bara áfram. Nei, það er ekki til peninga fyrir því. Nei, Trent verður aldrei áfram. Þeir eru væntanlega að spara sér pening samt þannig séð með þessu. Þó þeir séu að borga þeim alveg laun, að þá held ég samt að þeir séu að spara sér peninga með því að halda þeim áfram í staðin fyrir að þurfa að kaupa nýja halfsend og kaupa nýjan vængmann eða sendir. Ég þarf að skoða financial fair play. Ég þarf að kíkja í bækunar. Þetta er 50-50, strákar. Það eru fullt að leikjum helgina, við gerum svo sér áþví að það er núna tryggt að Evrópa, það eru 5 meistaradeildarsæti í boði, þannig að það hefur aldrei verið auðveldara að komast í meistaradeildina. Kannski leikur helgarinnar, já, hver er leikur helgarinnar? Er það? Engin. Nei. Ég held að þetta fyrir pjúrista, Newcastle Manchester United, það er svona pjúrista leikurinn. Ekki Bournemouth Fulham? Bournemouth Fulham, jú, það er alveg pjúrstaleikur á mánudagskvöldi líka. Já, það er alveg pjúrstaleikur. Það er líka bara 2 skemmtileg lið, annað en hitt. Bournemouth var skemmtilegt, það er nú aðeins verið að gefa eftir nú undanfarið sko. Við skulum tippa. Er ekki meira 14 fleiri mörkveldur en Manchester United þessu tímili? Við skulum tippa á leikin á mundu núna eftir kortinu í Hjálmar minn. Jesus, maður að reyna að spila leiki. Jú. Tippum á þetta allt saman. Við tippum á enska boltan og öfugt við á hann, þá er ég með góða mynd. Hjálmar byrjar. Já. Það er ekkert flóknara. Þetta kann ég að meta, Hjörvar. Já. Fyrir mig 3-0, Crystal Palace, Man City 3-0. Ég segi liðin og þú svarar. Jesus. Það er bara að svitna bara þetta. Það er greinilega vel á Costa kaffi í kallinum. Kostulegt kaffi. Manchester City, Crystal Palace. 3-0. Ég segi 2-0 Manchester City. Brighton Leicester. 2-1. Ég ætla að segja 5-0 Brighton. Nottingham Forest Everton. 1-2. 2-0 Nottingham Forest. Southampton Aston Villa. 0-4. 1-2. Arsenal Brentford. Ég nota spilið. Play my card. Já, ég ætla að gera það reynda líka sko. En ég held að Arsenal vinni 1-0. Já, það er svona eitthvað að fattast flugið fyrir Norrlundum. Nei, ég held bara að fókusin sé á allt öðrum stöðum hér á minn. Já. Maður veit ekki. Chelsea Ipswich. Ég er nefnilega að veita sko. Chelsea Ipswich er 3-1. 2-0. Liverpool West Ham. Þarna förum við í 2-1. 2-2. Wolves Tottenham. 0-2. Hérna ætla ég að spila kortinu. I play my card. Newcastle Manchester. Þetta er svo soft sko. Þetta er svo vík að vera með þetta spil sko. Hver vildi fá þetta spil inn í þetta? Newcastle Manchester. Já, ég ætla að segja 2-2. Classic game. 2-2. Ég held að United verði eftir að hvíla vel í þessum leik. Já, ég ætla að segja 3-1 Newcastle. AFC Bournemouth þá mútið Fulham. Þarna er bara, Bournemouth er ekki þessi sömuðu voru. Fulham vinnur þetta 1-2. Já. 1-1. 1-1. Takk hérlega fyrir þetta strákar. Ég reyndi að hafa þetta faglegt. Já, takk fyrir það. Einar Á eru vinnarar í byggingabransanum. Allt sem þú þarft í nýbygginguna. Fæst hjá Einari Á Dalvegi. Einar Má. Já, því að hann er Einar Á. Þetta var skemmtilegt sko. Það var mjög góð. Pældu í hvað það eru mörg fyrirtæki sem er að auglýsa hérna hjá þér sem að fá bara frí slagorð og þú veist tölvutek
er þekkt í samfélagi mannana sem aldrei með vegg. Já. Kostakaffi er orðið kostulegt kaffi, sko. Já, það er bara, kostulegt kaffi. Já, þetta er kostakaffi. Já, ég var að hlaupa hérna yfir Kringlumýrarbrautina hérna að reyna að ná mér í kostakaffi, sko. Hemmi, Bíll keyrði. Já. Hemmi er bara orðin súpestjarna, sko. Já, hann var líka komið svona lituð gleru. Nei. Eins og alla stjörnur. Sem litast, já. Við dreymdu þau. Já, trú því, rándýr. Já. Drengir, það er vinnarar og lúserar í þessari viku, það er auðvitað hún Steinin okkar í handboltanum sem er klárlega vinnur. Já, og bara íslenska kvennalandsliðið í handbolta. Ég erfiðum aðstæðum að koma sér inn á HM. Ég ætla að segja Tindastóll körfubolti. Já, og ég ætla að segja DeAndre Kane. Sópinn á lofti, DeAndre Kane. Ég verð að segja DeAndre Kane. Ég veit að það er ekki vinsælt teg, en þetta er bara minn maður í körfunni. Sko, ég ætla að segja Luka Doncic, 45 stig, endurkominni til Dallas. Herðu, he took that moment and he lived that moment. He cried. Herru, Ovechkin aðna í NHL bætti Median Skretski. Svo ætla ég að koma með eitt hérna Golfsamband Íslands, GSI. Já. Þau fóru nýstárlega leiðir í þau voru ráðin svona markas og kynningar stjóra eða fulltrúa eða eitthvað svoleiðis og þeir réðu hann hérna Birki Búlis Fannar Jóhansson sem er Fannar Golf á öllum miðlum. Eflaust flestir séð eitthvað frá hann. Mjög skemmtilegur strákur, hefur verið að vinna svona nýtt og spennandi content í tengslu við golfið. Með eitthvað svona long drive keppni og eitthvað núna að finna högglengsta kylvingin á Íslandi og eitthvað svona bara rósa á báða aðila. Ég ætla að velja Sigga úr GKG sem að dræfaði 355 metra. Hvað þvæla var þetta? Þegar þú að heyra hljóðið í tjaldinu upp á 19. þegar það kom, það var bara unreal. Þetta er bara svona eins og þegar ég stundum að slá. Ég sé vídeo á þessu, þetta er bara rugl. Þetta var unreal. Ég ætla líka að velja Grindavíkurbæ því að þeir eru núna búin að opna golfvöllin sinn með allt opið fyrir fólk og þarna getur fólk skráð sig í þennan flotta golfklúbu þeirra og golfklúbur Grindavíkur og Dótturfútból, ég trúi. Strákar, takk. Lúsirar vikunar, hvaðan koma þeir? Kannski einn vinnir sem að ég veit að Blöndal. Blöndal, en ekki alltaf vinnir. Ég ætla að fá að stinga Blöndal þarna. Sko, herru, það er reyndar eitt í framhald af því. Nú veit ég er náttúrulega, þú veist, ég er ekki bara í orði, ég er líka á borði. Ég er ég og Tómas Stendursson, við erum með skilti á vellinum í Varmá. Og við styrkjum það ríkulega. Nú er að koma nýtt skilti, það er blöðkastið. Það er annað hlaðvarp sem er tekið upp í Mosfellsbæ nefnilega, sem er risastórt á Íslandi. Já, það er rétt, það er hæ. Heldur betur. Punktur. Hæ. Punktur. Nei, ég spyr mig hvað... Þetta er bara mjög gott. Þetta vel eitthvað lúser. Nei, ég var ekki að velja hans sem lúser. Ég ætla að fá að velja Helmar sem vinner. Herðu, Aganemd Kási. Aganemd Kási við tvekkileggi banna og Aron, já. Lúserar. Svo, ég verð nú eiginlega að setja Rory Makkelur þarna. Er sko að gefast upp á honum? Ég ætla Er sko að gefast upp á honum þessu móti? Sko, ég sem samviskusamur skattgreiðandi í landinu, ég ætla að fá að velja ríkisstjórnina fyrir afnám á samsköttun, sem er náttúrulega bara aðföra heimilunum. Já, þetta er bara aðföra heimilunum. Það er ekki bara ráðast á landsbyggðina og líka að taka heimilunum. Þetta er þungt fyrir mann eins og mig sem að Mývatnir fari ekki bara í okkur vinni landsbyggðina, heldur líka í fjölskyldufólk. Og þau tala alltaf einhverja leiðréttingu, þetta er ekki leiðrétting á neinu. Takk Gunni. Takk fyrir að segja hlutina sem þarf að segja. Það er oft gott að hafa því það. Fleiri lúsarar eru ekki... Nei, þetta var svo lítið lúsara vika þannig sko. Ég ætla að gefa honum hérna mínum manni í pílunni, hann Aspinall, mann í Manchester í gær. Já. Og Premier League Darts. Hún ekki ánægð með það? Jú, hann vinnur. Já, vinnur. Við slum fara í neyða já með Æsver. Já, Æsver, það sem prísin er fer og ég fer beint í Æsver. Herru, ég glemdi einu. Nemanja Matic er náttúrulega að vinna sko. Hvaða mynd er þarna? Nemanja Matic er vinnar sko. Nei, Nemanja Matic er að rífa kjátt inn á vellinu. Ekki á bekknum. Hann kemst ekki í liðið. Hvað mennur þau? Kemst ekki í liðið. Já, en það má alveg rífa kjátt hann. Það nennir enginn að hlusta Rob Holding. Matic, in the middle of the pitch, Matic. Þetta væri sem eins og Rob Holding fær að rífa kjátt núna fyrir leikinu á móti Real Madrid. Hann er ekkert verið að spila hann leik, sko. Það kemur óvart að hann myndi spila. Akkur þetta sláð vörnu fyrir honanna. Hann vaskaði þessu leik fyrir ykkur á móti líka. Það er hálfleikur.
Ég segi alltaf eftir fyrirleik. Þú ert alltaf til að henda ræja Nei, en hvað segi ég alltaf eftir fyrirleik? Þú ert alltaf til að henda öllum undir. Onana var ömurlegur í leik, en hvað segi ég alltaf eftir fyrirleik? Onana búinn að vera ömurlegur. Hjálmar, hvað segi ég alltaf eftir fyrirleikina? Það hálfleikur. Áfram fótbolti. Ánægðarverk þá hafið þið. Áfram fótbolti, áfram með sjóveistrókar. Áfram íþróttir. Nú, það eru spurningar í nei eða já. Var þetta síðasta þriðjudagskvöld? Þú veist rosalega spurningu. Það er aldrei meiri áhugi. Fékk ég? Nei, hérna Gunni. Setti það svartan blett á hana skott þriðjudagskvöld. Gunnars að ungt og efnilegt völsungslega flekt ofurliði afturhaldingar og keppni í úrstakefni í Blæki. Ungt og efnilegt, það eru 3 útlendingar hérna en allt í lagi. Já, það gerði það, klálega. Þetta var vonbrigðatímabil fyrir afturhaldingu. Það er alltaf mikill áhugi þegar að afturhaldingu gengur illa. Þá er alltaf mikill áhugi á Blækinu. En svo reynum við smassbræður einhvern veginn að breikka veg Blæksins á Íslandi. Þá er aldrei neitt áhugi. Við drögum í beinni og eitthvað svona fyrir bikarinn. Það er ekki öll vitleysan eins, en frábært afrek hjá Völurunum að vera komin í úrslitin við á móti K. Það er svakart. Það er frábært. Nú fær Ræs gullboltan í ár spyrir. Já. Nú skulum halda þessu faglegu. Nú, við skulum reyna að halda þessu faglegu. Ég held að Jói Már er þarna með eitthvað. Hann spyr, er Onana slakar en bæði Jörgensen og Sanchez til saman? Þetta er... Ég svo að tölfræðin myndi nú bakka það upp, sko. Heyri, maður sjá, er eitthvað meira þarna... Er það skellu fyrir þess að 2 ágætu herramenn að Sala og Virgil van Dijk séu báðir enda? Þetta er Hannes Friðbjörnsson, hann hélt alltaf með Leeds. Hann er grjótari Liverpool-maður. Var hann Leedsari? Hann var einn harðasti Leedsari á landinu. Ég þarf að finna... Það er ótrúlega merkilegt hversu heibrækur fólk er oft. Það hætti bara að halda með liðunum sínum og byrja að halda með einhverjum öðrum liðum. Ég þarf að fá þetta staðfest að Hannes þetta sé rétt. Hann er glerharður liður. Ég skal við ekki... Báðir hefur sagt að það verið 100%. Það var ég. Já, það hefur verið þú. Ég hef aldrei sagt það. Ég var harður á því að Sala myndi vera. Ég var alveg viss um það færi. Ég stend líka og fell með því sem ég segi ykkur. Og það er engin... Það er bara, þú veist, is what it is. Má sjá, fleiri spurningar. Fékk Gunnar Birgisson aðgang að síma Pál skipstjóra á einhverjum tímapunkti upp í efstafætti? Nei eða já? Jæja. Nei, en það held ég að hann aldrei komið þarna. Það segja tólinn. Áttum aðra að... Já, það er aðrir í þeim málum. Sendum Páli bestu kveður, ég veit hann hlustar á Dóttarfútból. Er það, hann er mikill Liverpool-maður líka. Og diggur hlustandi. Er Dín Hausen að stinga af sem besti ungi leikmaður tímabils? Mér sýnist það að vera að stinga bara til Real Madrid, hann er alltaf að tala um það, hann langar að fara til Real Madrid. Má ég sjá... Það kemur alltaf mikið á þetta sé spámæri, sko. Hjálmar ætlar að ná þér í skammtinn á strandbyðunum. Það er frítt kass fyrir áhuga sama. Bara frábært. Svona ríka eldri menn sem vilja leika sér í smá að veiða. Nú... Má sjá, hvor slæri lengra í Hjör eða Gibi? Gibi slæri lengra, hann slæri miklu lengra. Ég er í miklu vissinni. Já, ég held að við verið einhverjum 60-70 metrum undan þar í drafkeppninni. Ég fór upp á nýtt hérna. Já, ég reynda var þannig, sko, ég þurfti að starta þessu. Algjörlega, það var ekkert að marka það. Nú, er grjónagrautur uppáldið á Gunnar minn? Já, þetta er skrítin spurning, en já, ég held að grjónagrautur og slátur sé nú uppáldið hjá öllum. Ég held ekki borðað það síðan 1990. Hæ? Ég með þetta oft heima. Er komin tími til að breyta nafninu? Þessir á þig, Hjálmar, er komin tími til að breyta nafninu á þættinum lögmál leiksins í lögmál leifsins til heiðurs leifstöðin? Já, hann er algjörlega, hann er rosa. Það er eitt sem fólk fattar ekki, þannig að Sigur Álftanes á Nervík, hvernig það bakkaði sá hann? Að Kjartan allir verið aðgang að leifstöðinni. Hann fæ kannski 3-4 tíma af leifstöðinni þar sem hann er búin að breyka niður hvert einasta play. Nei, sko, hann getur búin að breyka niður einhver leik, einhvern Utah Phoenix og hann er bara að lesa allar leiki, ég skil bara einhvern veginn tími. Sko, ég hef alveg setið bara á íhuga að stytta líf mitt bara meðan hann er að ræða bara eitthvað Memphis Grizzlies á móti. Mér finnst það stórkost, ég get bara að horta á hann og hugsa bara, hvernig ferði það aðeins? Það er aðgangað ykkur 5-6 tímum. Það sem hann bara og alls konar sóknir og svona. Herri, við slum enda þetta með Hemm og félögum í kemi.is. Förum í El Grandi. Það er ein spurning hérna. Hvað var það? Ef ég einhvern tíma séð meiri stemmingu í Blæki á Íslandi? Ég hef nú séð það. Ég hef nú séð á tíman að tvenna í Blækinu. En frábært samt sem að völararnir eru að gera og þeir eru að gera hárrétt. Landsbyggðin á náttúrulega fókus á þessar íþróttir.
Blak, körfubolti. Já, Færri inn á vellinum, þarftu minna. Takkunni, algjörlega, sammála þessu. geðvögt. Algjörlega. Ánægður með velarana. Bortennis, Bortennis. Badminton. það held ég. Skíða. Og fyrir við El Það Grande. er bara engin fjöll. Nei, við hefum ekki fjöll og engan snjó líka. Aldrei neina aðstæður. Við förum í El Grande með hemma í kimmi.is, hem með glussan á betra verði en áður hefur þekkst. Drengir, þegar enska úrvalsdeildin byrjaði, þá voru yfirleitt normenn sem voru fjölmennast. Já. Og sem áhugavert. En svo breyttust hlutirnir og frakkar urðu fljótlega mjög fjölmennir. Ójá. Hins vegar var eiginlega eitt fyrsti útlendingurinn í þessu öllu saman í Tottenham. Ó, já. Frá Spáni. Naim. Og Hvað er þetta að fara með þetta? ég ætla að fá... Nei, best, já, meina í úrvalstendinni. Já, Premier League. já. Ok. Eftir að koma. Naim from 50. Já, Naim segir að hann skoraði markið fræga mútið Arsenal. Já. Naim from 50. Sko, Manna eins og það gæst var ekki. hann ekki annars skráður sem Spánveri? Naim. Jú, það málið jú. hann nefnilega málið. Ég held að vera Marokko búið, það er ekki rétt. Nei, hann er Spánveri. Já. Spánverjar í sögu ensku úrvalsdeildarinnar og Hjálmar, þú byrjar, ég ætla ekki að gefa ykkur einn gulspjöld, það er bara beint rétt kart eða klikkið. Já, bara ekkert mál. Það fyrir mig Fabregas. Rétt. Jose Antonio Reyes. Já, pressi minning hans. Já, hann er látin. Ég fer í sjá, Spánverjar í ensku úrvalsdeildinni. Mata. Já, Santi Cazorla. vel gert. Ég fer í hann bakurinn hjá Chelsea, hann hvað hét hann gamli grautur Fítu Ok, ég skal hjálpa því að Nei. ég með uppbólsröppurum, má ég hjálpa hann með þetta? Við erum búin að nefna 3 Nei, Pítur, ertu rólegur aðeins? Það getur vel verið ég sé að fara að breyta ykkur algjör að takt Ég er César A maður. Hæ? César A. Já hann hérna Chicarico hann hérna Ég var með þáttumennska boltan á næsta ári. já, það er hann hérna ég er bara, ég er svo svangur sko, ég er svo svangur Hann er svangur, getur þetta Vítu ég er svangur ég er með páska einhverju fram á mig þetta er herðu Það er einhver að leiða Pólis! ég fer í Alonso Marcos Alonso, Sabi Alonso. Nei, ég fer í Marco Alonso Já, ok. Þá tek ég César Aspilicueta þetta að þið fyrst þú gafst hann. það var reyndar ekki hans sem ég var að hugsa þá förum við í við erum klókir núna við erum ekki að setjum press á Gunnar við erum klókir, setjum press við förum í Davide Gea Alvöru pressa. Ég tek það bara Dín Hausen. Hvern tókstu? Dín Hausen. Já, djöfullin maður vel gert, Gunni nú þarf ég að setja alvöru pressa á hann Wow. hvernig ger ég það? Ég vil leita í bankan ég fyrir minningabankan ég fyrir minningabankan Graðu djúpt í minningabankan. og ég fer í þeir eru nefnilega ekki það margir spáverðinni sko. Þetta er bakurinn í Chelsea djöfull Ég er búin að nefna 2 nótti bakur í Chelsea sko. förum í förum í Já, var ég elskar djöfull, það er alveg dótt upp hjá mér hvernig er þú sagt? hvernig er þú sagt, Gunni? hvernig er þú sagt? hvernig er þú komið? Pedro eða eitthvað. Já, Pedro Ég geta verið Þetta er ekki það minnis Ég meina, þú veist þið bara farið geta verið Mikael Merino. Ég var ekki Ég var einhvern veginn að reyna að setja meiru í pressu þannig að hún væri erfiðara fyrir hann að koma inn sko. Varstu að hugsa þinn eigin bakur í Reguilón eða hvað? Ég hef alltaf að segja Pedro Nei, hann hérna Reguilón. Reguilón náttúrulega Jésús maður, já
Þannig að þetta var alveg Kóas með Fernando Llorente hérna hjá Já, ég með alveg fullt af leikmunum sem ég hef getað farið í Pedro Porro Þú ætlaði að setja alvöru press á hann Ég ætlaði að setja almennilega press á hann Það var búið að segja við mig Ég fekk alveg leiðbendingar núna fyrir þetta og það gauð sér hringdi í mig og sagði gerði eitt, settu press á hann Þú gerði það og ég var alltaf tíman að hugsa hvernig setja ég press á hann en svo náði ég stundu blokkast maður sko. og þú varst ekki að fara í þess að meginström skæja Ég ætlaði að fara í Manuel Almunia líka Kóngir og Emirates Pedro Porro náttúrulega, ég ætlaði bara að býða með henni í róleitum eins og ég gerir stundu sko. það er mistökin Salgado hefur verið geðveikt sko. Fernando Hierro hann líka hérna Mendieta gæska Mendieta það er Baskinn snjalli þetta hefur verið svona skemmtilegt sko en Michu maður lærir Michu þeir hafa verið út allt Lorente Roberto Soldado ég er alveg með þetta en ég var kannski aðeins svo mikið í taktikinu núna þú varst ofmikið að hugsa að setja press á en af hverju byrjar ekki sko, mér finnst oft gott til dæmis eins og í þessu af hverju byrjar ekki á Tottenham eina vinnu sagði við mig gaf hann þér ekki einn settu press á hann en ég held að vera menn ég hefði örugglega að byrja á sko léttu ég hef alltaf byrjað í Tottenham og unni með það þú fórst jókslega erfið að gæja David ég fór í mjög erfið já, náttúrulega Fabregas Mata og Fabregas og hann setti press á ég fór í bankan hann tók þess erfið þið náðu nei fyrir ekki, ég ætla ekki að hafa þig þið náðu, þetta eru alls 3, 4, 5, 6, 7 þetta eru 8 leikmenn af svona kannski 800 ég sé núna, ég get ekki verið að koma hingað svangur það er nummer 1, 2 og 3 það er bara gengur ekki ég veit að svo ég ekkert borðað súkkulaði núna síðan 1. mars sko, sem ég fekk þetta hjartaáfall sko. þannig að ég þarf ég þarf eitthvað að trekja upp ég þarf að trekja upp strákar ég vil að þetta skrítið leikur maður þetta skrítið leikur Dóttur Fútból þakka mér sig á föstudegi geðveitt að fá okkur báða 2 herði, má ég koma meitt í lokin meistarar kvenna Rúf í kvöld 1915 Valur Breiðablik El Clasico Takk fyrir. Það er kærlega Gunnar minnum alltaf að fara á völlin og áfram fótbolti. Og áfram fótbolti. Áfram fótbolti.